Herru, ég hérna mættur í útkværi Álaborgar með systrum Arons Einars Gunnarssonar. Þið hljótið að vera stoltar af stráknum, auðvitað kannski rauðaspjaldið hann dag? Jú, mjög stoltar af honum. Hann stendur sér mjög vel. Það bara leiðalt hann fekk rautt spjald og fær ekki að spila á morgun. Það hefði verið gaman að sjá hann spila á morgun líka. En hann er náttúrulega ekki að láta þetta á sig fá. Er hann ekki bara hressstrákurinn? Hann var mjög kátur þegar hann kom inn í heimsótt til okkar í gær. Hann kom inn í smá íslenska kókosbollutertu eftir rétt mamma og pabbi kom við lambalæri með hérna út til okkar íslenskt og svo var eftir réttur með íslensk kókosbolluterta og hann kom inn og fekk smá í gær. Og ætlar hann ekki að vera reglulega gestur hérna hjá okkur í húsinu? Heldur hann hundlegist ekki hann upp á hóteli? Já, það er samt sko þeir fá ekkert svo rosalega mikið leyfi til að koma og fara eitthvað. En við vorum samt búin að aðeins að því að hann kannski fengi að koma eitthvað, en hann var líka búin að tala það kannski að fara á einhverja æfingu hjá eldri stráknum mínum sem er að æfa hérna í Álaborg á þess að heimsækja æfingu á honum og svona sína sig og kannski 2-3 úr liðinu á æfingu hjá eldri stráknum og svona sína að landsliði væri þarna og svona þó þeir kennum kannski ekki dönsku og getur allavega að tala ensku við þá. Þá held ég að frændur ykkar sinni þínir segi fengi nú eitthvað plús í kladdan hjá vinnunum. Já, við vorum búin að tala þetta en við vonast til þess að hann kannski geti fengið frí en hann ætlar að tekka á því, hann vissi það ekki alveg hvort þeir fengið frí. Við erum hérna með foreldra Arons Einars, þeir eru vantilega bara ansið stolt af stráknum. Já, við erum mjög stolt af honum. Langur aðdragandi að vera atvinnumaður og þetta verður oftar erfitt líka? Já, erfitt og erfitt ekki. Hann sá þetta sjálfur. Að vísu þurfti maður aðeins að íta eitt og eitt skipti við honum, en annars þurfti þess ekki. Sást alltaf að hann hefði hæfileika til þess að ná svo langt? Já. Það var alveg sama hvað hann gerði í sambandi við íþrótt þegar hann lagði sig alltaf 100% fram sko. Svo þannig að hann var alltaf á fullu. Nú hefur hann sýnt oft í viðtölum tattúin sín og við heyraðum sögum hérna að fjölskyldan er hann mjög kær. Hún hefur alltaf verið það, númer 1. Hann er mikill fjölskyldumaður? Já, hann er það. Mömmustrákur? Já, hann er mömmustrákur. En þið ætlum nú væntanlega að mæta á leikinn á morgun eða ekki þó að hann sé ekki að spila? Að sjálfsögðu gerum við það. Og eru þið duglegar að hvetja? Já, við erum stundum organdi upp í stúku eins og hálfutur. Já, ég held að við séum frekar svona aktífir stuðningsmenn og öskrum alveg þó að maður kannski eigi að halda rósinni. Þið hafið Já, nákvæmlega, en þið hafið væntanlega látið dómarann heyra það þá þegar Aron var ekki núta. Nei, ég fikk eiginlega bara sjokk. Mér fannst það hræðilegt bara. Það fyrsta sem ég hugsaði bara, nei, hann verður ekki með á þriðjudaginn. Já, það er bara fyrsta sem mann datt í hug bara klúður. En þið sjálfur eru nú að æfa fótbolta eða ekki? Getið þið eitthvað? Já, við æfum þetta ekki með samanliði. Það eru nokkur liðin í Álaborg og við æfum með sikkur liði og já, við erum allt í lagi, ég veit ekki hvað það sé. En væri það draumurinn að geta fyllt honum á eftir og orðið atvinnumaður? Já, sjálfsög. Og er það þá bara markmið? Já, ætli það ekki. Hvað með ykkur? Ætli þið að vera atvinnumaður eða þið? Já, það væri gaman. Það er ekkert létt, en það væri mjög gaman, já. Er stóri frændi, gefur hann ykkur eitthvað svona góður ráð til þess að hjálpa ykkur á leiðinni? Jú, það væri örugglega fínt að fá að tala kannski aðeins meira með hann, en já. Er hann eitthvað feiminn þegar hann kemur hérna? Nei. Kannski þú? Já, stundum. Maður þurfti ofta að skipta ljóskúpla heima hjá sér út af strákonum því þeir voru alltaf að annað sparka eða enda. Þannig að maður þurfti breyta ljósund alltaf heima í járn en ekki járnkúpla en ekki gler. Þannig að það var eiginlega það eina sem maður þurfti eiginlega að hugsa um. Jú, myndir á veggjum, það var fjallega þær. Þeir fengu sko útrás heima. Ganginum og herbyggjum og stofunni og hvað sem var.